Matti, tap hérna í Stjörnunni í dag. Hvernig svona fyrst tilfinningar rétt eftir leik? Ömurlegar. Vorum með unnarleik hérna og bara gátum ekki komið boltanum inn í körfuna. Þetta var bara útrúlega léleg frammistaða frá okkur. Lykilmenn í dag voru bara léleg, þar með léleg. Klúrum vítum, opnum skotum, áttum víta okkur út úr öllu. Bara við áttum ekki meira að skilja þetta. Fjórða leikluti, 7 stig. Kanntu einhverja sérstaka útskýringu á því? Nei, við bara brotnuðum undan smá pressi frá þeim og létum víta okkur út úr öllu. Náðum aldrei að búa okkur til góð skot og svo þegar við búum okkur til bestu skotin sem eru vítaskot þá klúruðum við þeim. Þannig að við hefum bara ekki meira að skilja þetta. Þetta var ömurleg frammistaða frá okkur í dag. Núna það bara 1-1, Seljaskóli næsti leikur, hvernig líst þér það? Mjög vel. Ég get ekki beðið eftir að fara á fimmtudaginn í Hellinn. Við fyrir að okkar áhorfendur og taka þeim. Nú förum við bara allir í kvöld og skjótum vítum og hugsaum hvað ætlum við að gera á fimmtudaginn. Við unnum allavega heimaleikinn okkar og við erum að vera í okkar heima öll og svo komum við vonandi eftir 2 leiki og klárum þetta. En við ætlum að taka á þeim á fimmtudaginn og vinna. Skákinn sem við tölum í síðasta viðtali, eitthvað óvænt hjá Stjörnunni í dag? Nei, við byggumst við myndum bara að skipta á skrifnuna sem þau gerðu. Og við bara útfærum það ekki nógu vel og við útfærum það fínt í fyrri hálfleik. En það gekk ekki mikið í seinni hálfleik og sama hvað vorum að reyna sóknleikurinn bara ég ávalla til orð hvað vorum lélegir sóknleik. En þú veist, samanskapi, við kunnum að tapa og við ætlum að ríða okkur upp úr þessu og koma á fimmtudaginn í Hellinn og sýna mun betur frammistöðu en þetta.